Gyða, í dag eiga á Femínistafélag Íslands 10 ára afmæli. Þú komst að stofnun félagsins. Já. Og nú ertu orðin aðjúnkt í kynjafræði, doktor í kynjafræðum. Já. Hvað hefur gerst á þessum 10 árum? Það hefur allt gerst á þessum 10 árum. Umræðan hefur breyst alveg ótrúlega og orðið feminismi að það er svona á, getum við sagt, allra vörum. Fólk hefur auðvitað misjafnar skoðanir á feminisma sem er mjög gott, en feminismi er eitthvað sem er öllum kunnugt. Og heldurðu að félagið eða fræðigreinin spili þar stóran þátt? Bæði félagið og fræðigreinin. Þannig að við getum sagt að svona línurnar hafa færst út. Það sem var áður kannski svona viðfangsefni fárra kvenna er orðið núna viðfangsefni stórs hóps bæði karla og kvenna. Og hvernig kemur kynjafræðin að því að halda umræðu feminisma lifandi? Það sem að feminismi á að vera er svona sambland baráttu og fræða. Þannig að fræðin eiga næra baráttuna og síðan öfugt. Þannig að það verða að vera svona sterk tengsl þarna á milli.